fyrirlestrarröð Háskóla Íslands undir heitinu Háskólinn og samfélagið. Markmiðið með fyrirlestrarröðin að fjalla á þessu og næstu misserum viðfangsefni sem í brennidepli í samfélagsumræðunni og framfylgjum leið einu lykilstefi HÍ 21, stefnu Háskóla Íslands 2016-2021, en einkunnarorð hennar eru öflugur háskóli, farsælt samfélag. Heiti fyrstu lotu fundarraðarinnar best fyrir börnin og kastljósinu hér beint að velferð barna og ungmenna. Áformað að halda 6 fyrirlestra á þessu vormisseri og 3 þegar lokið, en í fyrirlestrunum fjallað ótal þætti varða börn og ungmenni, svo sem andlega líðan, hreyfingu, svefn, hugmyndir útlit, læsi, mataræði og félagsleg samskipti. Tilgangur fyrirlestranna að auka og dýpka skilning okkar á mikilvægum samfélagslegum málefnum líðandi stundar og að leita lausna til að styðja einstaklinga, fjölskyldur og samfélag í að tryggja velferð barna og ungmenna. Á fyrirlestrunum stefnt saman vísindamönnum Háskóla Íslands og fagfólki víða að úr samfélaginu sem allt á það sameiginlegt að vinna með börnum og ungmennum. Öll eigum við þá ósk að vilja búa börnum okkar góða framtíð og að þau geti blómstrað á þeirri lífsbraut sem þau velja sér. Ein mikilvægasta undirstaða slíkrar velgengni að börnin nái tökum á læsi. Því miður þó mikill misbrestur á þessu og hefur læsi íslenskra barna hrakað á undanförnum árum, einkum meðal drengja og nú talið að 30% þeirra séu ekki læsir. Og það kunnara en frá þurfi að segja að ólæsi barna á grunnskólaaldri hefur margvíslegar afleiðingar og hindranir í för með sér síðar á lífsleiðinni. Lengi var það viðtekin skoðun að börn tileinkuðu sér læsi einkum í grunnskóla. Á síðustu árum og áratugum hefur hins vegar orðið mikil viðhorfsbreyting á þessu sviði og lítur nú flest fagfólk á læsi sem samvinnuverkefni foreldra og heimila sem hefst löngu áður en skólaganga byrjar. Fyrirlesarar okkar í dag 4 sérfræðingar sem allir hafa stundað rannsóknir og þróað aðferðir á þessu sviði. Það Freyja Birgisdóttir, dósent við sálfræðideild Háskóla Íslands, Sigríður Ólafsdóttir, nýdoktor við menntavísindasvið Háskólans, Dröfn Rafnsdóttir, nýdoktor við Dröfn Rafnsdóttir, verkefnastjóri hjá Miðju máls og læsis hjá Reykjavíkurborg og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, talmeinafræðingur og læsisráðgjafi hjá Miðju máls og læsis. Nefnist erindi þeirra hvernig má styðja við læsi heima og munu þær fjalla árangursríka leiðir til að auka lestur barna og ungmenna. Áður en ég gef fyrirlestrunum orðið vil ég benda á að gert ráð fyrir virkri þátttöku gesta á fundinum, auk þess sem upptaka af honum verður aðgengileg á vef Háskóla Íslands að fundi loknum undir síðunni Háskólinn og samfélagið. Freyja Birgisdóttir mun taka við spurningum úr sal og stýra umræðum. Að lokum vil ég vekja athygli á því að næsti fyrirlestur í fundaröðinni Best fyrir börnin verður haldinn miðvikudaginn 9. maí næstkomandi og munu þá Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor við matvæla- og næringafræðideild og Erna Sif Arnardóttir, nýdoktor við læknadeild, fjalla næringu og svefn barna og ungmenna. Góðir gestir, ég ætla ekki að hafa þessi inngangsorð fleiri og gef þeim Freyju, Sigríði Dröfn og Þóru Sæunni orðið. Takk fyrir, gerið svo vel. Já, kæra þakkir Jón Atli fyrir þessa kynningu og takk innilega öll sem vil fyrir að koma og hlusta á okkur. Þetta þarf ég vist að nota. Það fátt sem að skipta okkur meira máli en framtíð barnanna okkar. Við viljum að þeir líði vel, við viljum að þeir gangi vel í skólanum
og þeir einmitt nái að blómstra á þeirri lífsbraut sem þeir velja sér. Og ein mikilvægasta forsenda þess læsi. Börn sem að ná góðum tökum á læsi, þau hafa oftast forskot í námi, þau eru líklegri til að geta valið sér framtíðarstarf út frá sínu áhugasviði og þau eru almennt séð betur undir þá búin að takast á við sífellt flóknari kröfur í samfélaginu. Lestur getur líka haft bara mikil áhrif á okkur sem manneskjur. Það að lesa góða bók, það eykur víðsýni, það eykur umburðarlyndi, aukar ímyndunaraflið og gagnrýna hugsun. Það er líka bara svo skemmtilegt að lesa. En nú er okkur sagt að lestrarfærni íslenskra barna sé að hraka. Og við könnumst mörg við þessar alræmdu myndir úr PISA-prófunum. En þetta eru próf sem að kanna lesskilning 15 ára nemenda alltaf á 3 ára fresti víðsvegar heiminn. Þetta er nýjasta myndin og hún sýnir hvernig málin hafa þróast síðastliðin 15 ár. Við erum þarna rauða línan og þess að sjáu þá er hún svona mestu leyti niðra við með einni áberandi undantekningu þó og við erum svona talsvert fyrir neðan í Norðurlöndin svona oftast. Afturförin, hún er 25 stig og í PISA er gert ráð fyrir að nemendur taki framförum í lesskilningi 30 stig á hverju ári. Þannig að ef að unglingur í dag gæti ferðast aftur í tímann og myndi hitta jafnaldra sinn árið 2000, þá væri hann svona það bil 1 ári á eftir honum í lesskilningi. Þannig að spurningin sem að brennur á okkur núna er fyrsta lagi, hvers vegna er þetta að gerast? Og í öðru lagi, og kannski ennþá mikilvægt, hvað er til ráða? Við vitum það að lestrarfærni barna og lestrarnám barna er samvinnuverkefni marga. En rannsóknir hafa engu síður sýnt að foreldrar gegna einna mikilvægasta hlutverkinu þrátt fyrir auðvitað að kennarar, kennsluaðferðir og skólar skiptir líka mjög miklu máli. En í hverju nákvæmlega eru þessi áhrif fólkin og hvernig geta foreldrar auki líkurnar á því að lestrarnám barna er að vera farsælt? Og þetta er einmitt spurningin sem við ætlum svolítið að velta fyrir okkur í dag. Við ætlum að byrja því að skoða svona hvað felst í læsiþróun barna og hvað rannsóknir hafa sagt okkur þátttöku og þátt foreldra í læsiþróun. Og svo ætlar reynsluboltarnir fyrir aftan mig að gefa okkur hagnýtt ráð það hvernig við getum að markvissan hátt stutt við mál, þroska og læsi barna á leik- og grunnskólaaldri og hlúð að lestrarnámi tvítyngra barna. En eins og Jón allir kom inn á áðan, þá hefur lestrarnám lengi verið tengt grunnskólagöngu, námi grunnskólabarna. Þannig var oft litið á að læsiþróun hæfist það leyti sem börn byrjuðu í 1. bekk og henni leiki nokkurn veginn svona þegar að börn gátu lesið texta svona nokkurn veginn fyrirhafnarlaust. En þetta sjónarhorn hefur mjög mikið breyst og menn eru sífellt betur og betur að gera sér grein fyrir því að læsiþróun er mikið langtímaferli sem spannar nánast alla ævina. Þannig að strax á leikskólaárunum þá fara börn að þróa með sér einhverja færni sem að undirbýr þau fyrir nám í lestri seinna meir. Hérna eru oftast ýmsar hliðar málþroskanefndar og þá sérstaklega orðaforði og næmi barna fyrir hljóðum tungumálsins, það sem við kallum oftast hljóðkerfisvitund. En svo hefur líka komið í ljós að læsismenning heimilisins skiptir mjög miklu máli, þannig að bara það hvað eru til margar bækur á heimilinu, hversu oft fjölskyldan fer á bókasöfn eða í bókabúðina og hversu oft lesið fyrir börn, það skiptir mjög miklu máli. Það er mikill munur á lestrarfærni barna strax í 1. bekk og rannsóknir benda til þess að sá munur er líklegur frekar til þess að aukast þegar líða tekur á skólagönguna heldur en að dragast saman. Þannig hefur til dæmis verið sýnt að börn sem að greinast með lestrarörðugleika í 1. bekk, 75% þeirra eru líkleg til þess að eiga áfram í erfiðleikum seinna meir. Það eru margs konar ástæður fyrir því hvers vegna okkur gengur svona misjafnlega vel að læra að lesa. En að sú sem að trúlega vegur þyngst er þetta málumhverfi og læsisumhverfi sem að börn alast upp við og þar með þeirra málþroski. Þannig að ung börn sem hafa góðan orðaforða geta sagt skýrt og skilmerkilega frá
og eru næm fyrir þessum hljóðum í tungumálinu, þau eru jafnvel fljótari að ná tökum og læsi heldur en börn sem að standa höllum fæti á þessum sviðum. Fyrir svona 20 árum síðan þá var gerð algjör tímamóta rannsókn sem að raunverulega gjörbreytti því hvernig við lítum á læsisþróun. Rannsakendurnir voru þau Hart og Risley og þau fylgdust með samskiptum barna og foreldra í heil 3 ár, allt á klukkutíma í hverju mánuði og skrifuðu niður allt sem sagt var. Og þegar rannsóknin byrjaði þá voru börnin svona rúmlega 7 mánaða og þau voru rúmlega 3 ára þegar rannsóknin lauk. Og niðurstöðurnar voru ansi sláandi. Það kom fram alveg gríðarlega mikill munur á því hversu miklum tíma foreldrarnir vörðu í að tala við börnin sín og þar með hversu mörg orð börnin heyrðu og hversu fjölbreytileg þau voru. Þannig til dæmis kom í ljós að börnin sem að minnst var tala við, þau heyrðu að meðaltali 616 orð á þessari klukkustund, á meðan börnin sem mest var tala við heyrðu að meðaltali 2153 orð. Þannig að munur þarna á milli, hann var rúmlega 3-faldur. Og út frá þessu þá ályktuðu Hart og Risley að við 4 ára aldurinn þá myndu börnin sem að fengu minnstu málorðunina hafa heyrt 32 milljón fleiri orð heldur en börnin sem fengu minnstu málorðunina. Og það sem var líka svolítið merkilegt var að það var mjög mikið samræmi, nánast fullkomið samræmi á milli orðana sem að börnin og foreldrarnir notuðu í sínum samræðum. Og það þýðir að nánast hvert einasta orð sem að börnin lærðu á þessum aldri var komið frá foreldrum. Hundruðir rannsókna hafa fylgt í kjölfar þessara mikilvæga rannsóknar Hart og Risley og þær hafa meira og minna staðfest það sem að þau fundu út. Og þær hafa sýnt að það er mjög mikill munur á málþroska barna á sama aldri, sérstaklega orðaforða. Þessi munur, hann kemur snemma fram og hann er því miður líklegur frekar til þess að aukast frekar en minnka eftir því sem að tímanum líður. Það þýðir að barn sem að byrjar í 1. bekk með slakan orðaforða er líklegt til þess að dragast frekar aftur úr eftir skólagöngunni. En orðaforða okkar, þessi mikilvæga færni, hún er að þróast alla ævi. Ég vissum að við bætum við okkur orði á grafabakkanum. Það er örugglega síðasta orðið sem við bætum við okkur. En fyrsta álveru orðið, það kemur oft fram svona í kringum fyrsta afmælisdaginn. Svo bætast við 1 og 1 orð næstu mánuðina og svo í kringum svona 18 mánuða þegar börn geta sagt svona 50 orð, þá á sér stað mikill framfarakippur. Honum eiginlega best lýst sem svona sprengingu í þróun orðaforða sem að lýsi sér í því að börn bæta við sig mörgum orðum á dag og þetta gerist frekar snögglega. Mér minnir að meðaltali sé í kringu svona 9 orð á dag sem börn bæta við sig. Og svo þegar þau eru orðin 6 ára, það bil sem þau byrja í skólanum, þá er orðaforðin komin upp í 6 til 10.000 orð. Á þessum tímapunkti þá kunna flest börn, flesti orð sem við þurfa að halda bara svona í daglegum samskiptum. En stærstan hluta orðaforðan sem við þurfa til þess að ná góðum tökum á lesskilningi, orðaforðan sem við þurfa til þess að skilja námsbækurnar, hann læra þau að mestu leyti eftir 6 ára aldurinn. Og það gerist fyrst og fremst í gegnum lestur. Það gerist annarkvort með því að það er lesið fyrir börnin eða þau lesa sjálf. Og ástæðan sú er að orðaforði ritmáls er svo miklu auðugri heldur eins og orðaforði sem við notum þegar við erum bara að tala saman. Og þessi krítíski orðaforði sem skiptir svo miklu máli, hann á eftir að 4-faldast á milli 6 og 10 ára og 6-faldast á milli 6 og 17 ára. Og hann leggur, eins og ég sagði, algjöran grunn að lesskilningi og raunverulega bara að námsárangri. Þannig hefur verið sýnt að orðaforði við upphaf grunnskóla spáir fyrir gengi lesskilningi út allan grunnskólan og jafnvel langt fram á unglingsár. Orðaforði, hann virðist til dæmis hafa mikil áhrif á hversu vel nemendum, 15 ára nemendum, gengur í PISA-prófunum.
Í nýlegri rannsókn sem ég gerði í sambandi við PISA-prófin, þá langar mig til að skoða nánar þá nemendur sem að ganga mjög illa á prófinu. Þetta eru nemendur sem að lenda undir svokölluðu öðru hæfnisþrepi á PISA-prófunum. Og það eru nemendurnir sem að ráða bara við allra einföldustu verkefnin. Þessi verkefni eru oftast eitthvað sem að þau hafa áhuga á, hafa þekkingu á og þau gera yfirleitt ekki mikla kröfu að þú lesir mikið á milli línanna eða þú setir efnið í eitthvað mikið víðara samhengi. Þannig að lesskilningur þessara nemenda mjög takmarkaður og það ekki ólíklegt að þau lendi erfiðleikum með mjög mikið af þeim texta sem verður á vegi þeirra, hvort sem innan eða utan skólastofunnar. Og það sem mig langaði að vita var, hvað einkennir þessi nemendur? Hvers vegna lenda þeir þarna? Við vitum náttúrulega, og það hafa margar rannsóknir sýnt það og þeir tala það í sambandi við PISA-prófin, að aðalvandamálið að börn lesa ekki nógu mikið, unglingar lesa ekki nógu mikið og þeir hafa ekki nógu mikið áhuga á bókum. Þannig ég vissi náttúrulega alveg að það myndi skipta máli. En það eitthvað annað líka? Hvað með eins og bara orðaforða? Getur verið að þeim gangi svona illa á þessum verkefnum vegna þess að þau hafa svo takmarkaðan orðaforða. Auðvitað helst þetta tvennt í hendur, en skýrir það kannski ennþá meira. Eða getur verið að þau séu bara ekki alveg nógu vel læs, að þau séu ekki búin að ná nógu góðum tökum á hinni tæknilegu hlið lestrar. Ef maður les mjög hægt og með mikilli fyrirhöfn, þá á maður náttúrulega erfitt með að einbeita sér að innihaldi textans. Og það sem að kom í ljós var að mesta vandamálið virtist vera lítill orðaforði. Hann veitti langsterkustu forspána það hvaða nemendur lentu undir þessu öðru hæfnisþrepi. Þessi nemendur höfðu líka minnsta áhugann, lásu minnst og lásu hægast, en orðaforðin skipti mestu máli og það var hann sem aðgreindi þessa nemendur mest frá öllum hinum nemendum. Þannig að þetta allavega samkvæmt þessari rannsókn skiptir miklu máli í sambandi við hvernig það gengur á PISA-prófinu. Hérna sjáum við dæmi nokkur orð sem ég bað þessar nemendur að útskýra. Ef við sjáum til dæmis eins og orðið kópur, strembin og dreifbýli, svona 1/3 af þessum slökustu nemendum gátu útskýrt hvað þessi orð þýddu á meðan stór hluti hinna nemendanna gat gert það. Ekkert þeirra gat útskýrt orðið dagræðsstytting eða nirvill og 3% vissu hvað orðið örnefni Það sem mér finnst kannski mest sláandi við þessar niðurstöður að þetta ekki einhver voðalega óalgeng orð eða orð sem að bindast einhverju sérsviði. Þetta kannski orð sem við erum ekkert alltaf að nota dagsdaglega, en við erum mjög líklega til að rekast á þau þegar við lesum. Þetta orð sem í svokölluðu millilagi orðaforðans. Þetta eru orð sem við notum, þau eru allsráðandi bókum og við notum til þess að ná fram mismunandi blæbrigðum í textanum og þetta eru orðin sem að gefa textanum líf. Þetta eru orðin eins og forviða, óviðfelldinn, skelkaður, skarpur og glaðvær. Og hvert einasta orð sem að bætir við sig úr þessum sérstaklega millilags orðaforða mikill ávinningur fyrir lesskilning. Þess vegna svo ofsalega mikilvægt að skapa tækifæri fyrir börn til þess að læra akkurat þessi orð. Og það gerist mjög mikið í gegnum lestur og í gegnum það, eða þá börn lesi sjálf eða hvort við lesum fyrir þau. Það skiptir ekki máli. Við þurfum að hafa minni áhyggjur á orðunum sem eru hérna í innsta hringnum, svokölluðum grunnorðaforða barna, vegna þess að þau svo algeng og þau munu læra þessi orð, langflest læra þessi orð hvort sem Svo erum við orð hérna í efsta laginu, þau tilheyra svona oft einhver ákveðnu sérsviði. Maður þarf ekki þennan orðaforða strax, ekki fyrr en að einhvers konar sérhæfingu kemur, til dæmis í gegnum námsbækurnar. En þetta millilag orðaforðans mun koma mikið við sögu hjá þeim þremur stöllum hérna á eftir. En annað hugtak sem þið kannski kannist við og hafið heyrt áður og gegnir alveg gríðarlega mikilvægu hlutverki í lestrarnámi barna, sérstaklega í upphafi þegar börn
að ná tökum og skilja þetta samband milli stafa og hljóða, það er hljóðkerfisvitund. Hún vísar til þess að börn skilji, hafa einhvers konar skilning á því að töluð orð eru samsett úr einstökum hljóðum og líka þau getur svona leikið sér eitthvað með þessu hljóð. Þannig að barn getur sagt þér að orðið sól hafi hljóðin s og l og kannski tekið s í burtu og sagt ól, það er með nokkuð góða hljóðkerfisvitund. En að gera þetta er alls ekki gefið og reynist ungu börnum oft talsvert erfitt. Og ástæðan er svo að ung börn þau eiga ofsalega erfitt með að hugsa einhver svona formleg einkenni orða óháð merkingu. Fyrir þeim er sól bara sól. Hvað getur hún verið eitthvað annað? Og það eru til mörg skemmtileg verkefni sem að sýna þetta. Í þessu verkefni til dæmis þá eru börn beðin að dæma hvort orð eins og býfluga eða lest er lengra. Og hvað haldið þau segja? Lest, einmitt, af því að þau sjá alltaf fyrir sér orðið lest. Og það er bara mjög skiljanlegt og bara raunverulega gott svar. Það var líka mjög minnistætt barn sem að tók þátt í doktorsrannsókninni minni og ég var að reyna að fá til að segja fyrsta hljóðið í orðinu svín. Og ég sagði, hérna fyrir lítið sagt svín, hvað er fyrsta hljóðið í svín? Og hann sagði náttúrulega bara sem er náttúrulega mjög gott svar og miklu betra en það sem ég var að leita eftir. En þau náðu þessu svona á endanum og hvernig það gengur skiptir alveg ofsalega miklu máli fyrir þessu fyrstu stig lestrar. Það þegar þau eru að reyna að ná tökum að þessari tæknilegu hlið. Og þess vegna hefur verið lögð svo mikil áhersla á að reyna að efla hljóðkerfisvitund barna strax á leikskólaaldri og vegna þess að það getur komið í veg fyrir allavega dregið úr líkunum á því að þau lendi í erfiðleikum með lestur seinna meir. Það eru til margs konar verkefni sem hafa verið búin til þess að vinna með hljóðkerfisvitund. Þið kannski þekkið einhver. Ef þið googlið hljóðkerfisvitund eða phonological awareness, sem er þetta á ensku, þá koma fram hundruð verkefna. Það sem er bara mikilvægt að muna er að þróun hljóðkerfisvitundar er ekki eitthvað svona allt eða ekkert ferli, heldur gerist nú bara svona smám saman. Þannig að það er mikilvægt þannig að ung börn þau eiga yfirleitt auðveldara með að greina svona stóra hljóðeiningar orðum eins og til dæmis atkvæði og rím heldur en svona stök hljóð sem að renna meira og meina saman í orðum. Þannig að kannski ef þið er 3 til 4 ára barn þá væri til dæmis sniðugt að byrja því að láta þau klappa atkvæði í orðum. Þau eru oft látin gera það eins og ammæli eða til dæmis að láta þau dæmi það og reyna að finna út hvort einhver 3 orð hljómi eins eða ekki. En svo þegar börnin verið eldri þá geta þau verið með svona nákvæmari greiningu, til dæmis 4-5 ára, þá geta þau fara að taka eitt hljóð í burtu eins og hljóðið í svín eða sagt okkur jafnvel hvað síðasta hljóðið er. Og hvernig þetta gengur, hvort að börn lenda í erfiðleikum, sérstaklega með það að vinna með þessu stökum hljóð, það getur gefið sterkar vísbendingar það hvort að þau lendi í erfiðleikum með lestur seinna og sérstaklega að fá þessu kallum lesblindu eða dyslexíu. Lesblinda, hún lýsir sér aðalega í því að börn eiga erfitt með að skilja og ná tökum á tengslum stafa og hljóða og þess vegna lesa þau oft mjög hægt og þau lesa líka oft bara mjög ónákvæmt, gera mikið af villum. En eins og ég sagði, þá er hægt að finna vísbendingar hvort að þau muni lenda í erfiðleikum með þetta strax á leikskólaaldri. Sterkasta vísbendingin, hún er þessi erfiðleiki við að sundurgreina hljóð í orðum. En það sem að gerist líka er að þau eru oft mjög lengi að læra heiti og hljóðbókstafana lengur en jafnaldrar. Og þau eru jafnvel að ströggla við það og eru svona óörugg á heitum og hljóðum stafana fram eftir skólagöngunni. Þau eru eiga oft líka erfitt með að læra og rifja upp svona ný heiti á hlutum. Þannig að ef við til dæmis myndum, ef ég væri með myndir og væri með barn fyrir fram mig sem að væri í áhættuhóp og myndi biðja þeim að nefna myndina hratt, þá væri þau mun lengur að því heldur en jafnaldrar sem eru ekki í svona einhverjum áhættuhóp fyrir lestrarerfiðleika. Við eigum próf á Íslandi sem heitir Hljóm, sem að þið kannski mörg kannist við.
Það notað í 98% leikskóla á landinu, held ég bara. Og það sérstaklega búið til þess að finna börn sem eru í áhættu með lestur seinna meir og tilgangurinn þá að grípa inn í og efla hljóðgeislun barna og reyna þannig að draga úr líkunum með því að þau lendi í erfiðleikum með lestur. Og það óskaplega mikilvægt vegna þess að afleiðingar lestrarörðugleika eru mjög víðtækar og það ná langt út yfir lestrarnámið sjálft. Þannig að börn sem að lenda í því, þau lenda oft í eins konar svona vítahring. Og hann byrjar oft á því að þau byrja að dragast aftur úr bekkjarfélagunum, þau fá neikvæða sjálfsmynd af sjálfum sér sem námsmönnum og þeim finnst þau kannski bara að vera heimsk. Og það leiðir til þess að þau náttúrulega missa áhuga á lestri og þau líti ekki á sig sem góða lesara, segja bara lestur ekki fyrir mig og jafnvel missa áhuga bara á námi yfirleitt og það að sjálfsögðu hefur ekki góð áhrif á námsárangur sem svo veldur því að þau dragast kannski ennþá meira aftur úr. Þannig að það mikilvægt og þennan vítahring getur verið mjög erfitt að rjúfa ef hann virkilega nær sér á strik, þar sem svo mikilvægt að gera það sem fyrst, helst áður en hann fer á skrið, áður en lestrarnámi hefst. En ef að þið hafið einhverjar áhyggjur af lestrarnámi barna ykkar, þá langar mig, eða bara viljið fræðast meira læsi, þá langar mig að benda ykkur á lesvefinn. Hann uppfullur alls konar upplýsingum, meðal annars það sem við munum tala hérna í dag. Og þar líka hægt að finna upplýsingar hvert foreldrar geta leitað ef þeir hafa áhyggjur af lestrarnámi barna sinna, alveg sama hvaða aldri þau eru. En nú ætlum Þóra Sæunn að fræða okkur hvernig á að lesa fyrir börn og hvers vegna það svona mikilvægt. Já. Svo vel. Halló, heyrið í mér. Takk fyrir Freyja. Ég ætla semst að tala hvernig að lesa fyrir börn á leikskólaaldri. Það mögulega eitt af því mikilvægasta sem foreldrar gera fyrir börnin sín á þessum aldri. En það að lesa fyrir börn hefur alls konar áhrif á börnin. Það hefur meðal annars áhrif á þroska heilans. Þegar lesið fyrir börn þá örvast þau svæði þar sem hefur áhrif á skilning á myndmáli, skilning á hljóðum, skilning á orðaforða og skilning á sögum. Og að lesa fyrir börn hefur líka áhrif á færni í hljóðkerfisvitund eins og komið hefur fram. Lestur hjálpa börnum að læra orðaforða og málfræði og setningamyndun og nýleg rannsókn sem var gerð þannig að börnin og fullorðna fólki var með svona lítið tæki inn á sér sem mældi allt sem að börnin sögðu og fullorðnir sögðu og þannig að það var hægt að mæla hvernig samskiptin fóru fram. Þessi rannsókn sýndi fram á að þegar verið er að lesa fyrir börn þá nota foreldrar og börn miklu flóknari orð og samskiptin eru miklu hraðari heldur en bara í svona venjulegum daglegum samskiptum. Og þegar verið að lesa fyrir börn þá fá börn vonandi jákvæða upplifun af því að hlusta og lesa og sem þau taka með sér út í lífið. Og hvað fleira gera bækur fyrir börn? Það gera svo ótal margt. Þær kenna okkur staði og fólk og atburði. Þær kenna gleði og sorg. Börn fá tækifæri til að greina það sem er rétt og rangt og þau fá tækifæri til að læra hluttekningur. Þau læra að við erum öll ólík og þau læra ólíka menningarheima. Og bækur tengja saman kynslóðir. Og lestur bóka býður upp á endalausar upplifanir allt lífið ef vel tekst til. En hvað getið þið foreldrar gert? Það er óþarfi að byrja að lesa fyrir börn þangað til eftir að þau sjálf byrja að tala. Ég vona að þú byrjuð að lesa fyrir
litla barnið þitt, því að þegar við lesum fyrir unga börn, þá erum við að kenna orðaforða, við erum að auka tengsl milli barns og fullorðins og við erum að mynda venjur á heimilinu. Foreldrar endilega notiði bókasöfnin. Á bókasöfnum hafið þið aðgang að alls konar bókum sem höfða til áhuga barnanna ykkar og þar eru líka bókasafnsfræðingar sem geta hjálpað ykkur að velja bækur út frá áhugasviði og aldri barnanna ykkar. Lesið bækur sem eru fyrirsjálar eða með fyrirsjálegum texta fyrir yngstu börnin því að þau læra, þegar textinn endurtekur sig, kemur fyrir aftur og aftur, þá læra þau textan og svo fara þau að hjálpa okkur að ljúka við setningar eða jafnvel að segja okkur alla söguna. Eins og þið hafið örugglega mörg upplifað og þegar að börnin segja okkur söguna í bókinni. Talið myndirnar í bókinni og það sem er að gerast á þeim. Stundum gerið það áður eða stundum í miðjum klíðum og þetta kennir börnunum orðaforða og setningamyndun og þetta undirbýr börnin líka undir það sem bókin fjallar og einnig mjög gott tækifæri til að tala tilfinningar sögupersóna og tengja það síðan við tilfinningar ykkar eigin barna. Lestur ekki bara lestur, lestur líka að þetta að fá tækifæri til að spjalla og æfa sig að nota tungumálið. Stoppið til að útskýra orð og stoppið til að spyrja spurninga efni bókana eða efni sögunar, til dæmis hvað heldur gerist næst og hvernig myndi þér líða og svo framvegis. Duglegir lesendur, þeir eru ekki óvirkir á meðan að þeir lesa. Þeir eru alltaf að búa til tengingar á milli þess sem þeir lesa og þess sem þeir þekkja eða þess sem þeir hafa upplifað. Þegar við erum að lesa fyrir ung börn eða börn á leikskólaaldri, er mikilvægt að búa til þessar tengingar. Til dæmis með því að segja, amman í sögunni hérna sem við erum að lesa, henni þykir ís góður og hún fer ofta í göngutúra, bara alveg eins og amma þín. Eða, vá, hún var með brún augu og henni finnst risaeðlur mjög áhugaverðar, bara alveg eins og þú. Að búa til svona tengingar. Það eru alls konar ráð til hvernig á að lesa fyrir börn og á heimasíðu Miðjumáls og læsis er meðal annars hægt að lesa frekar hvernig best er að lesa fyrir börn. Við erum þarna með foreldrasíðu, ég vona að sjá örina þarna, það stendur foreldrar, þar eru ráðin. Í rannsókn þar sem foreldrar 3 til 4 ára barna voru spurðir af hverju þeir lesa, þá sögðu þeir að lesturinn væri hlutur af fjölskylduvenjum barnanna, að þeim fannst ánægjulegt, þau nutu þess að lesa fyrir börnin sín og hlusta og spjalla við þau. Og þeim fannst jákvætt hve mikið barnið lærði af upplýstrunum. Þá þau nefndu hluti eins og tölur og hugtök og fyrir eldri börnin kannski eitthvað vísindi eða siðferði, bara allt eftir hvað bókin fjallaði Og svo líka þau fannst ánægjulegt að þeir upplifðu að barnið stýrði stundinni. Það bað að væri lesið fyrir sig og það valdi bókina sem það vildi lesa. En það skiptir máli hversu mikið foreldrar lesa fyrir börnin sín. Ef þeir lesa í 10 mínútur einu sinni í viku, þá hefur foreldrið og barnið átt saman stund, 9 klukkustundir á einu ári. Þá hafði þau átt eitt saman 9 klukkutímum á árinu í þetta að lesa. Hins vegar, ef það er lesið alla daga vikunar í þessar 10 mínútur, allt árið kring, þá hefur barnið og foreldrið átt 61 klukkustund saman. Þetta er mikill munur á tækifærum til að læra af bókum. Í Bandaríkjunum segjast 60% foreldra að lesa daglega fyrir börnin sín og þeir segjast lesa að meðaltali
30 mínútur á dag. Þetta þýðir að það ekki lesið daglega fyrir 40% barna. Því sjaldnar sem lesið fyrir barnið, því meiri áhætta tekin með að börn nái jafnöldrum sínum í málþroska og undirbúningi undir það að læra að lesa. Þetta oft ástæða fyrir því að foreldrar lesa ekki fyrir börnin sín. Og sumir þurfa aðstoð við það verkefni og þeir eiga að fá það. En fræðimenn halda því fram að ef ekki lesið fyrir börn, þá sé verið að leika sér með framtíð barnanna á hættulegan hátt. Það hefur komið fram í rannsóknum að sumum foreldrum finnst erfitt að lesa fyrir börnin sín. Þeim finnst það aðalega erfitt ef þeir upplifa að barnið hefur lítinn áhuga, ef barnið hafnar þátttöku í lestrinum, ef þeir telja að barnið skilji ekki það sem bókin fjallar ef þeir trúi ekki að gildi þess að lesa, eða ef þeir eru þreyttir eða of uppteknir og jafnvel stundum heilsulausir. En ef þið eigið barn sem sýnir bókum lítinn áhuga, mikilvægt að leyfa barninu að velja sjálft bókina. Og það mikilvægt að leyfa því að fletta blaðsíðunum sjálft. Það flettir þegar því finnst því það hafa heyrt nóg í bili. Og ef þið upplifið að barnið að missa áhuga á lestrinum, gerið þá eitthvað nýtt. Breyti lestrinum. Gerið eitthvað fyndið eða leikið atburðarásina. Eða bara segið þetta var frábær lestrarstund hjá okkur í dag, nú ætlum við að hætta en við lesum aftur á morgun. Það mikilvægt að stoppa til að koma í veg fyrir að þau upplifi þetta á neikvæðan hátt, þessa lestrarstund. Því markmiðið með þessi börn eins og önnur börn ekki endilega að klára bókina, markmiðið að þau upplifi, að þau læra að njóta stundarinnar, lestrastundarinnar og að þau upplifi að lestur góð skemmtun. Takk fyrir. Nú ætla Dröfn. Nú ætla Dröfn að taka við og hún ætlar að fjalla heimalestur grunnskólanema. Takk. Í störfum mínum sem kennsluráðgjafi hef ég ótal oft fengið fyrirspurnir frá foreldrum. Og þær eru vanalega á þá lund, hvernig get ég hjálpa barninu mínu að lesa heima? Hvernig á ég að haga mér í þeirri iðju? Hvernig get ég hjálpað þeim að auka lesskilninginn? Eða hvernig get ég fengið bara til þess að lesa bækur? Þegar við lesum, fáum börnin til þess að lesa heima, þá best að við setjumst niður með þeim. Við verðum að gefa þeim tíma. Við fáum þau til þess að lesa upphátt. Rekið þau í vörðuna, þá getum við klárað orðið fyrir þau. En ég mæli með því við stoppum ekki lesturinn, þó barnið lesi rétt. Einungis ef það fer að breyta textanum eða merkingu hans. Ræðum frekar saman orðin svona eftir á. Gætum án þess þó að gera mikið úr því að barnið hafi lesið rangt. Gætum sagt við þau, við skulum skoða frekar erfiðu orðin og æfa okkur í að lesa þau. Svo mikilvægt að við ræðum saman það sem var lesið, tölum það og svo fáum þau til þess að endurtaka. Þannig að ástæða fyrir að við vorum öll látin lesa þrisvar og upphátt. Það má ætla nefnilega þegar við lesum þrisvar að við séum fyrst að frumlesa. Síðan kannski förum við að rýna í annað sinnið, þá rýnum við svolítið í textan og sjáum kannski merkinguna. En við förum kannski ekkert að þjálfa lestrarfærnina fyrir við erum búin að lesa þetta í þriðja sinn. Ég hvet foreldra til þess að nota fjölbreyttar leiðir og hvetjandi leiðir því að mörgum börnum finnst endurtekin lestur ekkert ofsalega spennandi. En finnst þetta sumum bara frekar leiðilegt. Þess vegna verðum við að nota hvetjandi leiðir og leiðir þar sem við tökum tíma og skráum niður hversu vel gekk hafa alveg áhrif. Gerir mjög einföld, kallum hana bara 1 mínútu lestur. Allir erum í símanum sínum hægt að taka tíman og láta þau lesa í 1 mínútu einhver texta. Skrá niður fjölda orða.
telja orðin sem þau lásu, láta þau æfa sig nokkru sinnum og láta þau svo pröfa að lesa aftur í 1 mínútu og þau sjá árangur, þau sjá að þau komast aðeins lengra. Við getum síðan verið með lítið blað á ískapnum og skráð þetta jafnvel svona. Fyrsta sinn var lesið, þá lásum við þarna 83 orð. Svo þegar við vorum búin að æfa okkur nokkru sinnum og lásum aftur, þá komumst við mikið lengra. Við lásum mikið fleiri orð. Allt svona hefur áhrif. Önnur mjög einföld aðferð sem hægt að nota með hvaða texta sem er það að byrja efst á textanum, kaflanum, bókinni og lesa í 1 mínútu og merkja bara með blýanti lítið að þar sem við hættum. Byrja aftur upp á nýtt og merkja svo við B þar sem við hættum eftir þá mínútu og svo kannski C. Og því oftar sem við gerum þá sjáum þau að þau komast alltaf lengra og lengra. En hvað skiptir máli þegar barnið hefur náð tökum á lestrinum? Að lestrarþjálfunin haldi áfram. Það er með þetta eins og svo margt annað að við þurfum að halda áfram að æfa okkur. Allir þessi þættir þarna eru mjög mikilvægir og ekki síst það að við höldum áfram að lesa fyrir barnið. Þetta er alveg eins og með það sem að Þóra var að segja hér áðan. Að við höldum áfram að lesa meðan þau hafa áhuga að hlusta á okkur. Því að það ekki bara vekur áhuga þeirra á að lesa bækur, vonandi, en líka að við ráðum við mikið þyngri texta heldur en þau geta lesið. Og í þeim texta er mikið meiri orðiforði. Þannig að það hefur áhrif á það orðasafn sem að þau eiga. Við þurfum að kenna lesskilningsleiðir og við kennum þær í rauninu með því að nota þær með börnunum okkar. Því að þessar leiðir þurfa að vera þeim svona eiginlegar eða eðlilegar að nota. Og þetta er bara óskup svipað og Þóra var að segja okkur þegar við lesum fyrir börnin. Áður við lesum, þá rýnum við kannski í forsíðuna, ef það er mynd, hvað heitir bókin, kíkjum svo inn í hana, hvað heita kaflaheitin í efnisyfirlitinu, hvaða myndir inn í bókinni, hvað ætli bókin fjalli spjöllum þetta. Svo meðan við lesum og sjálfsögur rýnum við í erfið orðin, spyrjum spurninga með þeim og veltum vöngum yfir hvað þessi erfið orð þýða. En alveg eins og það sem Dóra sagði áðan, reynum að tengja þetta við reynsluheim þeirra. Þarna stendur til dæmis að Dóri hann klöngraðist inn á bað og læstaði sér. Þá gætum við sagt, manstu þau vorum að reyna að klöngrast klettana í fyrrasumar í sveitinni. Þannig að tengja þetta og barnið heyrir orðið notað í fleiri útkámi í rauninni. Að loknum lestri þá drögum við saman, fáum þau til þess að segja okkur frá því sem þau voru að lesa. Ég held að við lærum virkilega vel að því að segja öðrum frá og því er svo mikilvægt fyrir þau að þau setji sín orð á það sem þau lásu. En mörgum lestrarbókum í grunnskólanum fylgja svona verkefnabækur og ég hvet alla foreldra til þess að skoða þessa verkefnabækur, ekki láta þær fram hjá okkur fara. Skoða hvað er verið að tala inn í bókunum, hvað er verið að vinna með. Það er í flestum bókum verið að vinna með lykil orð úr lestrarkaflanum, lesskilningin, sjá hvort þau hafi skilið það sem var verið að vinna með í lestrarbókinni, en svo ýmis konar málfræði kemur þarna inni líka. Ef við skoðum lestrarbækur á mið- og unglingastigi þá eru margar þeirra mjög vel uppbyggðar og inn í þessum bókum er að finna skilaboð til barnanna. Í þessari bók eru þessi skilaboð til dæmis fremst og mér finnst að allir foreldrar eigi að skoða þessar lestrarbækur, ekki bara þann kafla sem barn er að lesa. Skoðum það sem stendur fremst í bókin. Þetta er í rauninni alveg það sama og ég var að sýna ykkur með yngri barnabókin áðan. En á spássíum eru oft önnur skilaboð sem skipta verulega miklu máli fyrir krakkan að lesa og hafa farið yfir á meðan þau eru að lesa kaflana. Ótal lesskilningsleiðir er hægt að finna og ef við setjum í leit orð eins og bara lesskilningur, efla lesskilning eða lesskilningsleiðir þá finnum við ýmislegt á netinu inn á eins og lestrarvefnum og fleiri síðum. Og hér er til dæmis ein mjög einföld leið sem hægt er að klippa út og setja í skápinn og fá börnin til þess að fara eftir þegar þau eru að lesa. Þannig að þau hugsi svolítið hvað þau eru að gera, hvað er ég að lesa. Skiljið þetta sem ég las? Hef ég heyrt eitthvað þetta áður? Fá þau til þess að ræða. Kenna þeim að nota hugarkort. Við oft kynnumst ekki hugarkortum fyrir við erum jafnvel komin í menntaskóla eða háskólanám, en það er hægt að byrja mjög einfalt. Og svo þegar þau eru farin að lesa samfélagsfræði og líffræði þá er hægt að kenna þeim að nota hugarkort á annan veg
til þess að muna og skilja það sem þau voru að fara yfir. Mér langar að bæta aðeins við það sem að Freyja og Þóra sagði orðaforða. Hann okkur svo ofboðslega hugleikinn. Og ég ætla að kíkja með ykkur inn í bók sem notuð á yngsta stigi og fjallar hvali. Veltum aðeins vengum yfir hvað skiptir máli. Hvaða orð skipta máli í þessum texta? Við að fjalla hvali, það verið að kenna þeim hvali, þannig að þá hljóta orð eins og steypireyður og skíðishvalur að skipta verulega miklu máli, að þú viti hvað það En þarna það sem að Freyja var að tala áðan, þessi millilags orðaforði. Hann leynist þarna inn á milli líka. Og við skoðum dæmi það. Þá þarna orð sem skipta svo miklu máli að börnin skilji til þess að ná í samhengi textans. Ef að þeim skortir þessi orð, þá náðu kannski ekki öllu. Þess vegna, enn og aftur skiptir það svo miklu máli að við ræðum ekki bara þessi fagorð sem þarna heldur öll hinn orðin sem að tengja textan saman. Þess vegna segi ég stundum við foreldra, tala oft við foreldra. Og ég segi, sláið bara svolítið ykkur. Við að lesa, en notið líka fjölbreyttan orðaforða þegar við tölum saman. Fjölbreytt orðum saman hlutin eins og það að segja ekki alltaf strákar, piltar og drengir. Notum jafnvel orðatiltæki. Það versta sem gerist að barnið segir, hvað þýðir það? Og þá notum við að sjálfsögðu, grípum við tækifærið. Það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að börn fara ekki að lesa bækur bara því við krefjumst þess. Þau bara eins og við hin sem höfum ánægju að lesa. Þau gera það því að þeim þykir það skemmtilegt. Við þurfum þess vegna að vekja áhuga þeirra á lestri og hafa áhrif á viðhorf þeirra til lesturs. Sérstaklega þegar þau eldast og komast á unglingsárin, þá enn meiri ástæða til þess að reyna að hafa áhrif á áhuga þeirra til að lesa. Því að rannsóknir sýna okkur það að áhuginn minnkar oft á þeim árum. Það nefnilega bæði getu og vilja. Viðhorf og áhugi, hvatningin frá ykkur skiptir máli. Og þess vegna skiptir líka máli hversu auðugt umhverfi þeirra að þau hafi aðgang að bókum og lesefni, hvort heldur á heimilinum eða í ferðum ykkur á bókasafnið. Ég hvet foreldra alltaf til þess að ræða lestur, af hverju við þurfum að æfa okkur að lesa. Hvað það skiptir svona miklu máli og hvers vegna. Það nefnilega margar góðar ástæður fyrir því að það sé gaman að lesa og gott að lesa. Við getum flest náð ágætisfærni í lestrarfærni, en það gengur misrætt hjá okkur. En það eins og ég sagði áðan, það eins og með svo margt annað að æfingin skapar meistarann. Þess vegna segi ég alltaf, reynum að gera lestur hluta heimilisbragna. Lesum saman, lesum til skiptis, við getum tekið kafla og kafla eða grein á blaðsíðu. Lesum í kór jafnvel, börnin hafa mjög gott af því. Hlustum á hljóðbækur, notum þær í ferðalögum, í bílnum. Fjölskyldubókaklúbb. Lesum sömu bókina, ég segi það oft við foreldrar, lesið sömu bók og börnin ykkur, jafnvel unglingarnir. Já, við þá viðræðu hæf. Við vitum eitthvað hvað bókin fjallar. Kíkjum í bókabúðir og á bókasöfnin. Í bókabúðunum hægt að kíkja á nýjustu bækurnar. Og ræðum bækur, ekki bara við börnin, heldur láta þau heyra ykkur, vera að ræða ykkar á milli það sem þið að lesa. En fyrst og fremst bara hvetja foreldra til þess að vera fyrirmyndir og lesa. Nú ætlar Sigríður, nei, kemur inn glæran hérna. Undarlegt. Þetta eitthvað undarlegt. Sigríður ætlar að koma og fræða okkur örlítið börn með annað móðumál og lestur og orðaforða. Þetta eitthvað skrítið. Já, takk fyrir. Þetta músík. Sæl og blessuð og takk fyrir að koma. Já, tvítingbörn, það mínar ær og kýr, mikill áhugi. Þetta hún Vigdís og hún ætlar að sýna ykkur svolítið hversu klár hún 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10. Hún tvítyngd. Nei, hvað? 5, 6, 7, 8, 10. Þetta hún Vigdís, hún bara 1 árs, hún verður 2 ára í sumar. Hún á íslensku sem móðumál og foreldrar hennar líka. Þau búa í Danmörku og hún gengur í danskan leikskóla. Og orðaforðinn hennar, hann mótast af þessu umhverfi. Þannig lærir hún íslensk orð sem tengjast fjölskyldulífi og dönsk orð sem tengjast leikskólastarfi. Þannig hún lærir sum orðin aðeins á móðumálinu, íslensku, og önnur bara á dönsku. En svo teiknar hún heima, hún teiknar í leikskólanum, þannig hún lærir sögnin að teikna á báðum tungumálum og hún sýndi okkur hversu mikill snillingur hún 1 árs gömul. Hún taldi frá 1 upp í 10 á dönsku og 5 upp í 10 á íslensku og svo fyndi hún sleppti 9 á báðum tungumálum. Vigdís óskaplega ung, hún á allra fyrstu stigum máltökunar. Hún að læra sér algengustu orð. Þessi orð sem tengjast daglegu lífi, þetta eru orð með einfalda merkingu. Flest þeirra hægt að túlka bara með teikningu. Og hún lærir íslensk orð sem hún heyrir. Hún lærir dönsk orð sem hún heyrir. Því meira sem hún fær í öðru málinu, þeim meira lærir hún í því máli. Það ekki samheit á milli, samband á milli tungumáluna hjá svona ungum börnum. Vigdís ætlar að koma í heimsókn til Íslands í sumar. Þá ætlar hún að fara í sumarbústaðinn til Langömmu og Langafa og hún ætlar að fara í heita pottinn. Og Langamma steikir skonsur í sumarbústaðnum. Á Íslandi borðar hún skyr. Hugsanlega lærir hún þessi orð aðeins á íslensku. Í gegnum innihaldsrík tjáskipti og lestur umfram allt lærast samheiti algengu orðana. Millilag orðan sem að Freyja talaði um. Þetta eru sjaldgæfari orð heldur en hin. Þau lærast í hvoru máli fyrir sig. Þannig að hún getur bætt við orðinu piltur í viðbót við strákur, stúlka í viðbót við stelpa. En Vigdís litla nokkuð heppin. Því íslenska og danska eru náskyld tungumál og það rosalega mörg orð sem eru lík í tungumálunum. Þannig að orðið algenga orðið dreng á dönsku, þegar hún heyrir drengur í fyrsta sinn á íslensku sem sjaldgæft orð, verður hún mjög fljót að tileinka sig það. En hún lærir orð í samræmi við það sem hún fær í hvoru máli fyrir sig. Í íslenskum grunnskólum eru mörg tvítyngd börn með annað móðumál en íslensku. Þá íslenska þeirra annað tungumál. Þetta hún Anna, hún 4 ára. Hún á heima á Íslandi, hún á ensku sem móðumál og foreldrar hennar líka. Hún gengur í íslenska leikskóla og alveg eins og með Vigdísi, orðaforðin mótast af þessu umhverfi. Hún lærir ensk orð sem tengjast fjölskyldulífi og íslensk orð sem tengjast leikskólastarfi. Það ekki tengsl á milli tungumála svona hjá svona ungum börnum. Í raun og veru hafa fjölmargar rannsóknir sýnt að ef eitthvað þá samkeppni á milli þeirra, svo rammkveður að þessu að það til heiti yfir það á ensku. Það heitir Time on Task Competition Model. Það segir að því meiri tíma sem börn fá, tvítyngd börn í öðru málinu og því meiri málgæði, meiri málörfun, þeim meira læra þau í því máli og svo hafa börn ákveðin fjölda klukkustunda í vöku á dag. Þannig að það má líta á þetta að nokkru leyti sem samkeppni og það hafa svo margar rannsóknir leitt það í ljós. Og alveg með önnu eins og Vigdísi í gegnum innihaldsrík tjáskipti og lestur lærast samheiti algengu orðana. Sjaldgæfu orðin í hvoru máli fyrir sig, millilag orðaforðans sem svo óskaplega mikilvægur til að skilja það sem við lesum. Því það einkenni ritaðsmáls. En af því að sum orðin lærast bara í öðru málinu hjá tvítyngdum börnum hætta á að orðaforði hvors máls verði lítill
og aukist hægt. Þetta kom fram í rannsókninni minni, en ég prófaði íslenskan orðaforða hjá íslenskum grunnskólabörnum í 4., 5., 6., 7. og 8. bekk. Annars vegar rauða línan, börn sem eiga íslensku sem móðurmál, og bláa línan stendur fyrir börn sem eiga annað móðurmál en íslensku. Og það kom í ljós að munur á íslenskum orðaforða þessara hópa var verulegur strax í 4. bekk. En það sem var svo alvarlegt var að hann óx með hverju ári. Segjum svo að Anna sé orðin 8-9 ára gömul. Hún fer á bókasafn og velur sér yndislestrar-bók. Hún velur sér Fíusól. Strax á fyrstu blaðsíðinu eru mörg sjaldgæf orð, samheiti algengra orða og orð sem tilheyra fjölskyldulífi. Hafi Anna ekki lært neina af þessum orðum, lendir hún í vandræðum. Það allt of mörg orð sem hún skilur ekki í textanum, allt of hátt hlutfall, þetta er 14%. Þannig hún getur ekki nýtt sér orðin sem hún skilur til að giska á merkingu óþekkta orðana. Þannig að Anna litla bætir þeim ekki í safnið sitt, hún eykur ekki lesskilning sinn, en það sem er alvarlegast af öllu, hún eykur ekki ánægju sína af því að lesa. Segjum svo að Anna sé orðin 12 ára gömul. Hún á að leysa stærðfræðidæmi, orðadæmi. Í textanum eru sjaldgæf orð og orðasambönd og líka stærðfræðiorð. Þetta eru 32% orða textans. Það er svakalega hátt hlutfall ef Anna hefur aldrei lært þessi orð. Hún getur ekki nýtt sér samhengi til að giska á merkingu þeirra. Þessi orð bætast ekki í safnið, orðaforðin vex ekki, en hún eykur ekki færni sína í stærðfræði því hún getur ekki reist dæmið. En orðskilningur liggur algjörlega til grundvallar lesskilningi. Og rannsóknir hér á landi sem erlendis hafa sýnt að fyrir góðan lesskilning mega óþekkti orð í texta vera 2%. Það mega aðeins vera 2 orð af 100 sem nemendur skilja ekki texta. Ef það eru fleiri orð sem skiljast ekki, þá bætast þau ekki í safnið. Þegar ég byrjaði að prófa nemendur mína voru þau 9 ára gömul og ég mældi stærð orðaforða þeirra. Og ég komst að því að ég gat nota stærð íslensks orðaforða hjá börnum sem eiga íslensku sem móðurmál og annað mál sem spákonu. Stærð íslensks orðaforða spáði fyrir það hversu hraðar framfarir þau sýndu í lesskilningi yfir öll miðstigsár grunnskólans. Og þið sjá ég er búin að lita þarna árin fram að 9 ára aldri rauð. Þetta eru árin sem við höfum til að byggja upp sterkan orðaforða í íslensku hjá börnum sem eiga íslensku sem annað mál og móðurmál. Það er einmitt 9 ára aldur sem eru merkileg tímamót. Því þá verða allir að vera búnir að læra að lesa, ná sér í tæknilegu hlið lestrar. Því þau hætta að læra að lesa en byrja að lesa til að læra. Og í texta námsbóka eru rosalega mörg sjaldgæf orð, samheiti algengra orða en líka orð með flóknamerkingu. Annars vegar það orð eins og afleiðingar, umhverfi, áskorun og hagsmunir. Þetta eru orð sem eru notuð allstaðar í hvers konar texta sem eins og Freyja ræddi svo vel áðan. Þetta eru orð sem tilheyra ekki einhverju ákveðinni námsgrein, heldur eru notuð vítt og breitt, en þau eru einkenni ritaðs máls. Og fjöldi þeirra vex voða mikið í námsbókunum upp úr 9 ára aldri. En þetta eru líka orð sem tilheyra námsgreinunum. Ef við tökum til dæmis orðið spendýr. Ef við höfum gefið henni Önnu góða málörfun í leikskóla og í grunnskólanum og hún er búin að ná sterkum orðaforði í íslensku, þá fylgist hún vel með í náminu þegar fjallað spendýr í skólanum. Hún skilur það sem hún les spendýr í bókin, þetta er kannski heill kafli í bókin eða heil bók spendýr í náttúrufræði. Og við erum búin að byggja upp sterkan orðaforða, þá lærir hún allt spendýr. Þannig á bak við þekkingu á orðinu spendýr er heilmikil. Skilningur á orðinu spendýr felur í sér heilmikla þekkingu. Og sú þekking flyst mjög auðveldlega yfir í enskuna þegar hún rekst orðið mammals í ensku, hún búin að læra allt spendýr, hún þarf bara að skipta orð.
Og alveg eins og með orðið með flóknu merkinguna. Við höfum gefið henni góða málörfun í íslensku í leikskóla og í grunnskóla og hún rekst orðið umhverfiða, áskoranir, orsakir og afleiðingar í textanum, þá áttar hún sig á merkingu þeirra, hún nærði í hvað samhengi svona orður er notuð og þegar hún rekst á sambærileg orð í ensku, þar bara skipt orð, hún er búin að eignast þennan skilning og þetta samhengi þar sem þessu orður er notuð. Þetta er 14 ára unglingur, hann er nýfluttur til Íslands frá Kína, hann er búinn að eiga heima í Kína alla ævi. Hann er í allt annarri stöðu heldur en Vigdís og Anna. Hann er komið með þó nokkurn orðaforða og færni í móðurmálinu, hann er búinn að læra orð með flókna merkingu. Hann bara skipt orð. Hann er búinn að læra ensku, hann er komið heilmikla tungumál á kunnáttu, evrópskt tungumál og asískt. Hann er búinn að læra þó nokkuð í hinum ýmsu námsgreinum, hann er búinn að læra orð eins og spendýr, þessi sértæku orð námsgreina. Og hann er líka komið heilmikla lífsreynslu sem vegur líka þungt. Enda kom það í ljós í rannsókninni minni að því eldri sem íslensku annarsmálsbörnin, tvítyngdubörnin, því eldri sem þau voru þegar þau fluttu til landsins, til Íslands, þeim mun hraðari voru framfærið þeirra í íslensku. Ok, en við þurfum þá ekki að gefa 14 ára unglingnum neitt stuðning. Hann kemur svo sterkur til Íslands, jú, honum liggur á. Ætli hann að ná fótfestu í íslensku skólakerfi, þá þarf hann góðan stuðning í íslensku og hann þarf góða málörfun, gæða málörfun í íslensku. Af því hann stefnir hátt. En af því að rannsóknin mín sýndi þetta, þá sýndi hún í leiðinni að því yngri sem börnin voru þegar þau fluttu til landsins, tvítyngdubörnin, eða voru fædd hér, þeim mun hægari voru framfærið þeirra í íslensku. Það er skelfilegt, í framfæriðna voru að meðaltali mjög hægar, þið sáuð áðan. Það segir okkur að við höfum ekki verið að gefa börnum sem eiga annað móðurmál en íslensku nægilega málörfun í leik- og grunnskólum. Það segir okkur að við þurfum að gefa þeim málörfun. En við mögum ekki gleyma því að börn elska að fá málörfun. Þau þrá að vera í samskiptum við okkur og þau þrá innihaldsrík tjáskipti. Og þau elska að láta lesa fyrir sig bækur. Ungbörn í raun og veru með náttúrulegan hæfileika til að læra tungumál. Og við nálgumst þau betur tilfinningalega þegar við gefum þeim málörfun, þær stundir sem við gefum þeim málörfun. Þannig að þegar með málörfun, innihaldsríku tungumáli í gegnum tal eða lestur, erum við að koma til móts við tilfinningalegar og vitsmunalega þarfir barna. Og því meiri málörfun sem börnin fá, þeim mun meira læra þau. Tvítyngdbörn í hvoru máli fyrir sig. Þetta eru Ásgeir og Sara. Þau eiga heima á Íslandi, þau eiga íslensku sem móðurmál og foreldrar þeirra líka. En þau ætla að flytja til útlanda næsta ár. Foreldrar þeirra gefa þeim góða málörfun í íslensku. En hlutverk foreldrarna þegar þau flytja út er að gefa þeim líka góðan stuðning og málörfun í tungumálinu sem talað í því landi. Það er ekki búið að ákveða hvaða land. Því tvítyngji er mikill ávinningur. Þetta er litli Höskuldur. Hann er fæddur í Bandaríkjunum. Fyrstu tungumáli sem hann lærði voru bæði íslenska og enska. En svo fluttu þau til Íslands. Og foreldrar hans gefa honum mikla málörfun í íslensku. En þeim finnst ensku kunnátta hans mjög dýrmætt. Þau vilja halda áfram að þróa hana líka. En hver eru þá skilaboð til foreldra tvítyngdra barna ef við tökum þetta saman? Jú, styðjið börnin við að þróa færni í báðum, jafnvel öllum málum þeirra. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að það hefur mjög góð áhrif á vitsmuni. En líka fyrir samskipti við fólk á báðum þjóðernum. Vigdís litla vill eiga samskipti við fólk í Danmörku og fjölskyldu og vini á Íslandi. En góð kunnátta og færni í öðru málinu getur skilað sér við tilengun hins málsins og allt tungumálanám alla framtíð. En umfram allt gefið börnunum stuðning í tungumáli skólasamfélagsins. Læri tungumáli vel, lesi bækur á því tungumáli fyrir barnið og fylgist með og styðji við nám barnana. Vegna þess að allar rannsóknir sína, flestar,
Forsenda farsæls námsgengis hjá tvítyngdum börnum góð kunnátta og reglulegar framfarir í tungumáli skólasamfélagsins. Takk fyrir. Já. Ég veist? Já, heyrist þér. Ég eiginlega með 2 spurningar. Já. Það tengist ekki neitt. Það var stuttar. Okay, Svo ég þurfi ekki að leggja það minni. Já, okay. Í fyrsta lagi þá ætla ég að spurja, nú strákurinn minn, hann 8 ára og hann stundum svolítið svona á erfitt með að halda athyglinni yfir lestrinum. En hlutir eins og Andersönd, hann helst yfir því. En það náttúrulega svona litli stuttir textar út alla blaðsíðuna. Og ég hef viljað, leyfa honum að lesa þetta af því að honum finnst þetta skemmtilegt. Og spurningin á ég að halda því áfram eða á ég að fara að reyna að tróða einhverjum öðrum bókum að honum. Og seinni spurningin mín tvítyngdakrakka. Þegar ég var í Svíþjóð þá var ég sett í svona sérstakan útlendingabekk þar sem að ég var í, man ekki 3 mánuði eða eitthvað og var að læra bara sænsku. Og hefur eitthvað svoleiðis komið til tals á Íslandi eða það verið gert til þess að aðstofa þessa krakka? Dröfn, þú getur eitthvað fyrst í spurninguna. Endilega, höldum áfram að lesa Andrés, lösum fjölbreytt efni og leifum þeim að velja. Ég held að það sé lykillinn í því að þau lesi, því að ef við erum að neyða þau, það virkar ekki. En á móti þá getur þú kannski lesið hitt. Ég held að það sé kannski svarið þarna. Og svo kannski með því breytist við horf hans til þess að lesa annað. Móttökudeildir á Íslandi voru tíðkuðust áður fyrr. Og það var svona venjan að hafa börnin í heilt ár í móttökudeild. En ég held að það sé rosalega einstaklingsbundið. Við erum að fá börn alls staðar á heiminum. Sum eru með bunka af tilfinningum og erfiðleikum í farteskinu og þá mjög góð, mjúk lending að byrja í hlýrri, notalegri, fámennri móttökudeild. En svo eru önnur sem eru sterk, mikli námsmenn, kröftug, með baráttuhuga og þrá að eiga í samskiptum bara og læra tungumálið. Ég held að þau hafi ekkert voða mikið, allavega ekki lengi að vera í móttökudeild. Þannig að þetta bara einstaklingsbundið. Ég held að það sé ekki til nein regla sem við eigum að fara eftir að miða við hvert og eitt barn. En það mjög gott að gefa þeim ákveðinn grunn ef við hendum þeim inn í bekk og þau skilja ekki orð. Og það svo mikið atriði að hver einasta kennslustund nýtist til hins ítrasta og hver einasti skóladagur. Það mjög niðurbrjótandi fyrir barn að vera inn í umhverfi inn í bekk þar sem það skilur ekki neitt og lærir ekki neitt. Þannig að ef það myndi vera sett inn í bekk strax þá þarf að gæta þess að það hafi námsefni við hæfi þannig að það læri alltaf meira í dag en í gær og helst í hverju kennslustund þá finni það framfarirnar. Kærar þakki fyrir alveg svakalega skemmtilega erindi. Mér langar að vita hver hlutverk foreldra hjá tvítyngdum börnum. Það að segja þegar þú ert að tala erlenda tungumálið við barnið þitt. Á foreldri til dæmis eins og hérna á Íslandi að reyna að læra íslensku og tala íslensku við barnið sitt sem að læra íslensku þó svo annað sé móðumál. Hvað segja rannsóknir? Ég var í þessari stöðu því ég átti heim í Hollandi. Já, ég var ólöp þrítyngdbörn, þannig að ég velti þessu mikið fyrir mér. Einmitt og við erum svo mörg búin að upplifa þetta. Mín upplifun var svo að ég bara byrjaði strax bara degi 1 að læra hollensku því að ég sá fyrir mér að það var alveg lykilatriði til þess að ég geti hjálpa barninu mínu og börnunum mínum. Og síðan þróaði ég íslensku, ég las alltaf íslenska bækur en við keyptum líka hollenska bækur og við lásum þær líka. En svo fannst mér þegar vinir kom í heimsókn, hollenski vinir, þá fannst mér atriði að við tölum hollensku. Þannig værum ekki að tala eitthvað svona sem að gesturinn skildi ekki. Það ekkert hvítt og svart í þessu. Það mjög gott að styðja bæði tungumál barnsins en móðurmáli það tungumál foreldrana sem þau kunna best og það má ekki taka það í burtu, það alveg gulls ígildi. Já, rannsóknir styðja þetta.
En rannsóknir styðja líka það að foreldrar sem að eru færir í hinu tungumálinu, sem sagt viðbótarmálinu, að börn þeirra ná betri árangri, sem geta stutt börnin, sko. Fleiri spurningar? Ok, þá ef ekki, þá bara góðu gestir. Nei, það var einhvern veginn. Það er komið að leiðilegum hinn í dag. Ég vil þakka meðfyrirlesurum mínum kærlega fyrir þeirra innlegg og ég vek jafnframt athygli á því, eins og Jón Atli minntist á hérna í upphafi, að fundaröðin Best fyrir börnin, hún heldur áfram. En 9. maí næstkomandi, þá munu þær Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor við matvæla- og næringarfræðideild, og Erna Sif Arnardóttir, nýdoktor við læknadeild, ræða næringu og svefn barna og ungmenna í sínum fyrirlestrum. Að lokum þá langar mig að þakka ykkur kærlega fyrir komuna og sömuleiðis fyrir ykkar þáttöku og framlag til fundarins. Og ég býð ykkur að fylgjast með okkur á heimasíðu Háskóla Íslands og líka á Facebook síðu skólans. Takk kærlega fyrir komuna.